Jæja, komið sæl aftur. Þetta þá vídeó númer 3 held ég. Nei, 4. Þetta vídeó númer 4. Og nú ætla ég að gera seinni kaðalinn. Hann bara ekkert alveg jafn einfaldur og hinn. Því miður, þá bara það þannig. Byrjum á því að prjóna hérna fyrstu lykkjuna og taka snúning á henni eða taka bandið á bakvið. Guli fyrir ofan, appelsínu guli fyrir neðan og nú prjónum við 3 af hvoru. 3 af framhlið og 3 af bakhlið. Svona. Og svona, þá það komið. Þá náum við í kaðlaprjónin og aftur tökum við 5 hérna á framhliðinni. Og svo tökum við 5 á bakhliðinni. Þessi kaðall þarf aðeins meiri þolinmæði. Hérna 3, 4, 5. Það bara. Og svo ná upp lykkjum. Svona, var þetta komið. Og þá eru komnar 5 hérna á sjáiði og þá tökum við aftur 2 tilbaka. Og þá sjáiði að núna eru komnar 3 gular hérna í röð á prjóninum. Og það nóg. Núna takið þið þennan prjón hérna með 3 lykkjunum, setja hann hérna á milli aðalprjónsins og kaðlaprjónsins fyrir bakhliðina. Þannig að hér bakhliðin, hér kaðlaprjónuna sem verður að geyma og hér eru lykkjurnar sem á að prjóna með. Þannig að þá sækja ég eina gula, prjóna slétt, eina appelsínu gula og prjóna brugðið. Svona. Og þá það næsta lykkja hérna og svort gulabandið og ein brugðin á móti. Ein gul, slétt og ein brugðin. Og nú sjáum þið að hér komið brugðið lykkja, þá megið þið byrja að prjóna lykkjurnar af kaðlaprjónum sem fóru milli stykkjana. Eða milli hliðana eiginlega. Og brugðin og slétt og brugðin svona og slétt og brugðin svona. Og þá eru komin út prjónin og búið að gera seinni kaðalinn. Og aftur þá ekkert á bakvið. Það hérna bara slétt. Og það sem ég gerði hérna í miðjuumferðin, það alltaf ein slétt umferð hérna framstykkinu á milli kaðlana. Og þá festi ég böndin aðeins, prjónaði með því að svona, já, að prjóna utan hitt bandið fyrir bakhliðinni til þess að festa. En þetta alveg fast saman, þannig að þetta bara fínt. Og ég vona þetta hjálpi og þetta verði bara alveg rosalega auðvelt hjá okkur. En það verður það alveg eftir nokkra kaðla, þá bara verður alveg orðnar rosa flinkar í þessu. Takk fyrir að horfa.